Takk fyrir og ánægjulegt að vera hér. Ég eins og margir vita hérna inni, búin að búa í Danmörku síðan 75 og hef verið að kenna, ég hef verið námsstjóri og hef verið að annast mál tengt dönsku í allan þennan tíma sem að ég hef búið í Danmörku. Síðan 2000 hef ég verið við fræðimennsku og það það sem ég ætla að segja frá hér. Ég þegar ég segi danska sem móðurmál, danska sem erlendmál og danska sem annað mál, þá það vegna þess að ég að fást við svona hvernig þessi þrjú hugtök skarast og það það sem ég að segja frá í dag. Þegar ég segi danska sem, þá ég ekki eingöngu að tala annað mál, heldur líka dönsku sem skoða hvernig danskan hvernig dönsku lýst til dæmis í námskrám. Þetta námskrár sem að ég hef verið að hugsa, sem að ég hef verið að rannsaka. 2006 þá varði ég doktorsritgerð við Danmarks Pædagogiske Universitet sem núna Árósarháskóli og þá var ég að skoða menntastefnu gagnvart nemendum í grunnskóla. Ég kallaði ritgerðina mína Evas týndubörnin hennar Evu. Ég hafði skoðað hvernig námi tvítyngdra nemenda lýst í námskrám frá 1975 og fram til okkar daga. Og það sem að ég komst að raun eða ég get sagt tvítyngdir nemendur komu fyrst inn í námskrána 1975. Þá voru í kringum 10.000, milli 5 og 10.000 tvítyngdir nemendur í dönskum skólum. Í dag þeir svona kannski 70–80.000 og ég get sagt að allar götur síðan þeir komu inn í námskrána hefur danska sem annað mál og móðurmál átt í vök að verjast og sjálfar lagagreinarnar til dæmis dönsku sem annað mál hafa ekki breyst mjög mikið síðan 1975 þótt svo að fjöldi nemenda sé allt annar heldur en hann var þá. Þetta var ég sem sagt að skoða þegar í doktorsritgerðinni minni. Þegar ég hefði lokið doktorsritgerðina þá fékk ég það sem kallað postdoc sem staða og fjárveiting til þess að skoða námskrána frekar. Þá fór ég ekki bara eingöngu að skoða hvernig tvítyngdir nemendur eru í námskrá þegar verið að tala dönsku, já og móðurmál, heldur líka hvernig orðræðan í námskrám gagnvart leikskólabörnum, gagnvart unglingum og líka fullorðnum. Og þetta var ég að gera á tímabilinu frá 2008 og 2011 til 2011 og svo hef ég líka síðan verið að skoða námskrána bæði þegar erlendmál að ræða og svo líka hvernig talað móðurmál í námskráni. Og það sem að ég núna, þá ég að tala hvers konar vandamál eru samfara því að vera að tala þessa flokkun í móðurmál, annað mál og erlendmál. Og það það sem að ég ætla aðalega að tala hér. Þegar maður að tala námskrár, þá náttúrulega þessi stóra spurning, hvað námskrá? Og námskráin náttúrulega pólitískt plagg. Námskráin stefnumótun stjórnvalda
og það mjög mikilvægt að líta á námskrána þannig. Og það sem maður getur spurt námskrána það hvernig námskrár fylgjast með þjóðfélagsbreytingum og hvort námskráin laðar sig að breyttum þjóðfélagsháttum. Það hefur verið þetta spurning mín þegar ég hef verið að skoða þessa námskrá. Og ég hef náttúrulega verið að skoða hvað margir námskrárfræðingar segja þetta. Og ein af þeim sem ég hef verið að skoða ástralskur stjórnmálafræðingur sem heitir Batsi. Hún greið, af hverju finnst mér gott að skoða það sem hún að gera? Jú, hún greinir á milli, hvað vandamál og hvað gert að vandamáli. Greinir það mjög skýrt á milli. Og hún hefur til dæmis verið að skoða hvernig hagur frumbyggja í Ástralíu. Og þar getur maður til dæmis bent á það að þeir lifa skemur heldur en hinir. Og þá spurningin, eins og hún hugsar þetta, hvernig það gert að vandamáli, að þeir lifi skemur? Það gert að vandamáli að það sé eitthvað í menningu þeirra sem gerir það að þeir lifa skemur, til dæmis lifa óhollu lífi, eða verið að tala heilbrigðiskerfið? Verið að tala heilbrigðiskerfi sem að þeir hafa ekki sama aðgang að og hinir. Það sem sagt, hvað vandamál og hvað gert að vandamáli og hvernig getum við problematisera. Hvernig getum við gert eitthvað að vandamáli. Og ég hef svo verið að skoða þetta með dönskuna. Annars vegar getum við sagt hvað vandamálið og hvernig vandamálið sett fram. Og þá getum maður, staðreyndin sú að tvítyngdir í Danmörku, þeir ekki að sama skapi og meiri hlutinn í framhaldsnámi. Og þá spurningin, hvernig getum við gert það að vandamáli eða hvernig meðhöndlum við það. Og þá mjög algengt, því miður, að leita sér í menningu nýbúa. Þeir vilja bara skoða, á tímum hnattvæðingar, þá náttúrulega auðvelt að skoða sjónvarp alls staðar að eða víða að, og það gert að vandamáli að þeir að skoða eigið sjónvarp. Ég hef heyrt þetta hérna með Pólverja sem að skoða pólskt sjónvarp í staðinn fyrir ríkisútvarpið. Þetta hefur verið svona vandamál, það hefur verið gert að vandamáli í staðinn fyrir kannski að leita skýringa í menntakerfinu. Og þess vegna verður þessi spurning, hver á að gera hvað við hvern, á hvaða tímum og ekki minnst hvað dregið fram og hvað einmitt ekki dregið fram, hvað ekki nefnt í námskrám. Þetta eitthvað sem ég hef verið að skoða. Og þegar ég að tala námskrá, þá tala ég sjálfsagt hana í víðari skilningi en oft gert. Ég hef verið að tala hana sem flæði á milli þessara svæða, eða hvað ég að kalla þetta. Til dæmis, pólitísk orðræða, hvernig hún og hvernig verður pólitísk orðræða að pólitískri stefnumótun og hvernig verður svo pólitísk stefnumótun að pólitískri stefnumótun í framkvæmd og hvað þýðir það svo fyrir reynsluna í starfi. Og ef ég get
tekið eitthvað dæmi hér, þá upplagt að taka dæmi einmitt móðurmálskennslu hér á viku móðurmáls þegar verið að tala móðurmál. Það sem ég hef verið að skoða þegar ég hef verið að rannsaka þróun mála tvítyngdra eða hvernig danska þjóðfélagið bregst við þessum aukna fjölda eða margbreytileika í dansku þjóðfélagi, þá hef ég náttúrulega, að spyrja hvað þýðir það þegar það kemur ný stjórn. Og í 2000, ef við tökum dæmi móðurmál og þetta flæði á milli þessara svæða, þá getur maður tekið, í 2001, í október, nóvember, þá voru þingkosningar í Danmörku. Sósíaldemókratar höfðu verið við völd í 10 ár og Anders Fogh Rasmussen, sem að flestir þekkja, hann frá flokknum Vinstri og hann reynir að komast að sem forsætisráðherra. Og þá segir hann, ef ég verð forsætisráðherra, þá ætla ég að afnuma móðurmálskennslu eða skyldu bæjarfélaganna til að bjóða fram móðurmálskennslu. Og það varð eftir, í nóvember þá verður hann forsætisráðherra í Danmörku og eitt af því fyrsta sem að hann gerir, það þessi pólitíska stefnumótun sem að felst í því að strax í febrúar 2002 þá búið að búa til reglugerð og lagagrein sem inniheldur það að dönsk sveitafélag þurfi ekki að kosta móðurmálskennslu. Nú erum við að tala pólitíska stefnumótun. En svo kemur upp babb í bátinn. Danir eru í bandalagi Evrópu, EBE, og síðan 72 þá hefur það verið samkomulag á milli ríkjabandalagana að þeir kostuðu móðurmálskennslu. Svo það var sem sagt ekki hægt að afnuma móðurmálskennslu fyrir ákveðinn hóp nemenda. Þeir sem eru frá Vestur-Evrópu og efnahagsbandalaginu, þeir áttu ennþá rétt á móðurmálskennslu. Þarna erum við komnar með 2 hópa, annars vegar hópa sem að hafa rétt á móðurmálskennslu og hins vegar þá sem að ekki hafa rétt til þess lengur. Og þetta kemur þá fram í pólitískri stefnumótun. Og svo komum við að pólitískri stefnumótun í framkvæmd og þá verðum við að skoða, eða hef ég verið að skoða, hvernig fer það svo fram í raun að við erum með 2 hópa tvítyngdra nemenda, annar hefur réttindi til áframhaldandi móðurmálskennslu á meðan að stóri hópurinn hefur það ekki. Og hvað gerist í námskrá? Í stuttu máli gerist það í námskrá að þessi stóri hópur, Tyrkir, Pakistanar þeir hverfa bara. Þeir hverfa. Það lýst hvernig börn frá Evrópulöndunum geta fengið móðurmálskennslu en hinn hópurinn eiginlega hverfur úr námskráni. Og svo getur maður fylgt þessu flæði og sagt hvað þýðir þá þetta í raun. Og það þýðir þá í raun að það mjög lítill hópur nemenda í Danmörku sem síðan 2001 hefur fengið þessa móðurmálskennslu. Íslendingar eru dæmi hóp sem fær þessa móðurmálskennslu og það kennsla ég veit ekki hvort það á 6, 7, 8 stöðum í Danmörku. Það í Kaupmannahöfn, það í Odense, það í Árósum, Álaborg, Svendborg, Horsens, Sunderborg. Allir þessi staðir bjóða fram móðurmálskennslu sem sýnir það náttúrulega að það áhugi fyrir móðurmálskennslu.
og þegar ég að tala að ég að tala námskrá í víðum skilningi, þá er það þetta flæði, þó ekki pólitíska orðræðan er náttúrulega ekki námskrá. En ég hef tekið hana með vegna þess að hún er undanfarið námskrár og þess vegna er athyglisvert hvað verður að pólitískri stefnumótun, því þetta kemur ekki til af neinu það sem við veljum að gera hverju sinni. Allir með á hvað ég að tala Og ef ég tek svo dæmi frá ritgerðinni minni, þá er ég með hérna lengst til, þá er ég hérna að benda á að námskrár, og það er mjög mikilvægt eins og ég lít á þetta, mismunandi tegund af textum. Mér vantar orð á íslensku fyrir þetta góða orð genre ritgrein. Það er þess að námskráin samanstendur af mörgum ritgreinum. Það er ekki almennt sem að komið í umferðan þá, þetta er bara tillaga mín. Þetta er tillaga þín hér. En á meðan þá þarna nota ég þetta með textategundir. Því ákveðnar textategundir hafa einhvern ákveðin einkenni. Og ef við tölum lagagreinar, reglugerðir og leiðbeiningar, þá hafa þessir textar ákveðin einkenni, á meðan að það sem við köllum kennslufræðilegar leiðbeiningar hafa líka sín einkenni, texta einkenni. Og þegar við skoðum hvað er dæmigert fyrir þessa mismunandi texta, þá getur maður líka séð hverjir skrifa textana. Og höfundarnir eru ólíkir. Þannig að það eru embættismenn í menntamálaráðuneytinu sem skrifa lagagreinarnar, skipulagsleiðbeiningar og reglugerðir, á meðan að fagsérfræðingar skrifa kennslufræðilegar leiðbeiningar. Og á sama hátt og höfundarnir eru ólíkir, þá eru lesendur eða þeir sem að taka á móti þessum textum líka ólíkir hópar. Annars vegar getur maður benda á embættismenn í sveitarfélögum og hins vegar svo kennara og annað fagfólk. Og þetta þýðir í námskránni að við erum með, ef við lítum á námskrána sem í hinum víða skilningi, eins og ég sé hana, þá erum við að tala mismunandi eða ólíkar menntastefnur eða ólíka hugmyndafræði, þar sem að við erum annars vegar með hluta námskrár eða textategundir námskrár sem að tala inn í eintengi og einmenningu, á meðan að þessar kennslufræðilegar námskrár eru talað tvítengi og fjölmenningu. Og hér kemur betur fram það sem hvernig þessi hugmyndafræði getur verið ólík þegar við erum að tala eintengistefnu og einmenningarstefnu, hvernig hún kemur fram í námskránni, þá námsgreinarnar hafa ákveðin tímafjölda, en með dönsku sem annar mál til dæmis, þá er verið að tala þarfir, að nemendur hafi svo mikla þörf, það sé ekki lágmarkstímafjölda. Og þó að sé verið að tala mikla þörf, þá fá nemendur mjög sjaldan tíma samkvæmt þörfum. Og hvernig kemur þetta fram með móðurmálskennsluna? Þar getum við séð að móðurmálskennslan er mjög takmörkuð. Þegar við erum að tala tvítengistefnu og fjölmenningastefnu, þá til dæmis í dönsku námskránni sem skrifuð til kennara,
þar verið að tala dönskukennslu alveg frá 1. bekk og upp í 10. bekk og það eru þrepamarkmið eins og það væri tími til þess að kenna þetta, en það er það ekki. Og ef við tölum móðurmálið hérna sem tvítungistefnu, þá tölum við það eins og við höfum séð hérna í íslensku blöðunum upp á síðkastið, tungumálaforði og tungumála auðlind og tungumál okkar allra og mál okkar allra og mjög fögur orð móðurmálskennsluna, en það er svona spurning hvar er akkurat þessi þáttur, er hann hérna eða er hann líka í þessari pólitísku orðræðu þar sem við tala svona fallega hin ýmsu móðurmál. Já, þetta er sem sagt dæmi hvernig námskrán er þegar ég er að tala fyrir nemendur í skólum. Og eins og ég sagði frá, það hef ég líka verið að skoða hvernig talað er leikskólabörn. Og nú ætlast ég ekki til að þið lesið hérna þessa lagagrein, en ég hef verið að skoða hvernig talað er leikskólabörn frá því að þau komu fyrst inn í skólalögin 1995 komu þau fyrst inn. Það var vandamál áður sem fólst í því að það er á dönsku, í dönsku er kennsluskylda, er ekki skólaskylda hérna? Fræðsluskylda, það er fræðsluskylda líka í Danmörku. Og það þýðir það að það er ekki skylt að börn fari í leikskóla, svo það var erfitt að koma þeim inn. Og 1995 þá var talað að gefa þeim kost á ákveðinni málörvun í leikskólum, en frá 1995 þá er alltaf verið að herða á kröfunum til foreldra á að þau komi í leikskóla. Og ég hef skrifað undir þetta með deltagelse og standsning af børneydelse og undskyldelse. Það er að segja, þegar það er verið að tala málörvun barna, leikskólabarna, þá þýðir sprog alltaf danska. Sprog er eins í eintölu og fleirtölu í dönsku, en ef maður skoðar það frekar, þá er sprog alltaf danska. En það er ný þróun núna, eða þegar maður getur séð svona hvernig til dæmis reglugerðin sem er frá október 2013, þá er þetta með að fyrir börn í heild er það frjálst hvort að þau fari í leikskóla, en akkurat fyrir þessi börn er það skylda. Og þau hafa beinlínis slæmt af að vera með mömmu sinni heima. Og þau verða að taka þátt. Og eins og þróun þá er líka fleiri og fleiri heimildir til að straffa foreldra. Og hvernig er hægt að straffa foreldra? Það er til dæmis, ef það er meðal annars sagt, við að taka af þeim barnabætur ef að börnin fara ekki í leikskóla. Og svo eru svona tækniskýringar eins og hvort að það er skortur á gildum afsökunum. Og þá getur maður spurt, hvernig fer svona fram þegar verið að spyrja hvort að það séu gild afsökun fyrir því að börn séu ekki í málörvun á leikskólum. Sem sagt þessi þróun, það er ekki verið að gera vandamáli, hvað fer fram á sviði málörvunar í leikskólanum. Heldur er vandamálið alltaf það
eða þetta ímyndaða vandamál að það sé vegna þess að þau taka ekki þátt. Þótt svo að sveitarfélögin geti sýnt fram á að þau eru næstum því í jafnríkum mæli í leikskólum og önnur börn. Hvernig lítur þetta út fyrir fullorðna sem að koma til Danmerkur og eru skyldug til að fara í dönsku nám? Þar getur maður séð að til þess að verða gildur samfélagsþegn þá verður maður að kunna dönsku. Þú ert það ekki fyrir en þú ert komin með dönsku. Það til dæmis, og það kemur fram í námskránni, hérna í reglugerðinni, að þjóðfélagsþegnarnir eru kallaðir borgarar, hinir eru kallaðir meðbúa, og til þess að verða borgarar eins og hinir, þá þurfa þeir að kunna dönsku. Og þess vegna, hvað er danska sem annað mál notað til? Hvernig er það gert af vandamáli? Það er gert af vandamáli þannig að það að læra dönsku er það sama og að fá réttindi til að verða þjóðfélagsþegn. Og það sem maður sér líka, það er skilyrði til þess að fá atvinnu. Það er líka mjög sterkt inn í myndinni. Það að geta séð fyrir sér er líka mjög sterkt inn í myndinni. Það tengist líka lýðræði. Ef maður ætlar að verða lýðræðisþegn, þá getur það einungis farið fram á dönsku. Og svo er eitt sem er mjög alvarlegt fyrir marga innflytjendur. Þeir geta ekki fengið ótímabundið landvistarleyfi nema þeir hafi ákveðið próf í dönsku. Og það þýðir það að margir sem að koma eru til dæmis ólæsir og það er ekki hægt að hugsa sér að einhver sé ólæs og hafi ótímabundið landvistarleyfi. Og þegar maður er að skoða svona, þá verður þetta oft bara sjálfsagt. Nú, auðvitað er þetta svona. En þá er alltaf gott að sjá, getur þetta verið öðruvísi? Er þetta öðruvísi einhverstaðar annar staðar? Og þar getur maður að sé til dæmis í Svíþjóð, þar tengir maður ekki sænskuna við það að geta fengið ótímabundið landvistarleyfi og ríkisborgararétt. Maður getur vel ímyndað sér að það sé fólk í Svíþjóð sem er ólæst en sem samt hefur öðlast réttindi til þess að fá sænskan ríkisborgararétt. Og einmitt þetta hefur gert það að ég hef verið að skoða hvernig er þarna móðurmálum lýst í námskrá og það er þá þannig að danskan er ekki lýst, dönskun er ekki lýst sem móðurmáli, þannig að maður getur spurt, hafa danir yfirleitt móðurmál, en minnihlutinn hefur móðurmál. Þetta með að dönskun er ekki lýst sem móðurmál, en minnihlutamálanum er lýst sem móðurmáli, það þýðir það að það eru miklar umræður það yfirleitt alltaf og hafa verið lengi, hvort að móðurmálskennsla sé góð fyrir fólk yfirleitt. Ég hef aðeins skoðað hvernig þetta er í íslenskri námskrá og þar er íslenskunum meira lýst sem móðurmáli. En þó, ég hef ekki talið hvernig þetta er, en íslenska sem móðurmál eða orði móðurmál kemur mjög oft fram sem annar móðurmál. Það er sem sagt annar móðurmál sem kallar á þetta hugtak móðurmál. Og það er til 3 gerðir af íslensku, sé ég í námskránni. Það er íslenska sem annað mál og íslenska sem táknmál og svo íslenska. Hvaða íslenska?
Af hverju heitir þá þriðja tegundina í íslensku ekki eitthvað? Og þetta er oft, sko, maður getur kannski talað þetta sem falda námskrá. Þegar það er verið að ekki fela, heldur ekki draga fram að meiri hlutinn hefur móðurmál. Og hvað þýðir það að tilheyra meiri hluta sem hefur vald á þessu, á móðurmálinu, sem tjáskiptatæki og sem tæki og tól sem að binda hópa saman, fjölskyldur saman og þannig getur maður hugsað móðurmál, hvað móðurmál, hvernig því lýst, en þegar maður að tala erlend tungumál í námskrá, þá það mjög aftakalaust að það verið að tala það alltaf jákvætt. Erlend tungumál alltaf jákvætt fyrirbrigði. Það verið að tala alþjóðavæðingu, það verið að tala og kennslufræðilega séð alltaf talað viðbótarmál. Það að segja að maður lærir ekki ensku í staðinn fyrir íslensku, eða þýsku í staðinn fyrir íslensku, eða ensku í staðinn fyrir dönsku. Erlendu málin til viðbótar, en þegar verið að tala dönskukennslu, þá verið að tala það að læra dönsku í staðinn fyrir móðurmálin. Og þegar verið að tala erlend mál, þá líka talað að málinu fylgir menning og erlend mál verða þannig lykill af margmenningu og þegar verið að tala erlend mál, þá mjög augljóst ferlið. Það er talað það að börnin sé ekki að læra að lesa fyrr en þau hafi munnlega færni. Og svo talað náttúrulega erlend tungumál sem undirbúningur undir framhaldsnám. Já, og ég finn nú að ljúka þessu. En þegar ég hef verið að skoða þetta, þá hef ég verið að skoða hugtök. Að greina á milli þess hvað orð og hvað hugtök og hvað svona raunveruleiki. Hvernig þetta með hugtökin og orðin sem notuð fyrir hugtökin til að þess að skapa veruleika. Þessi hugtök sem við notum, þau skapa raunveruleika. En raunveruleikin skapar líka hugtökin. Og ég hef verið að skoða svona hugtök eins og ég sé þetta, þá danskan, hvort sem það leikskólabörn, grunnskólabörn, framhaldsskólanemendur, fullorðnir, þá danskan notuð til að danisera. Og til þess að skapa það sem ég kalla danskhed. Og þegar ég segi svona danisering, þá það náttúrulega, þetta hugtak sem notað. Og þá hef ég verið að skoða bæði í orðabókum og á netinu, í Corpus yfir danskt mál, og þá sér maður að danisering danskt orð. Það gefið upp hvað kyn það og eitthvað hvernig það beygist, en engin dæmi notkun. En þegar við tölum amerikanisering, þá fullt af dæmum hvernig amerikanisering notað. Það frekar neikvætt og þýðir það að taka upp einhvern síði sem við teljum koma frá Ameríku og við höfum líka svona hugtök eins og McDonaldisering. Þegar það verið að gera eitthvað einsleitt, þá talar maður McDonaldisering og í sambandi við þennan gíraffa sem dó á dögunum, þá segja þeir sem eru í forsvari,
frá dýragarðinum að þeir vilja ekki Disneyfisea. Öll dýr hafa það gott og þau fæðast og þau lifa góðu lífi og þannig fer þetta ekki fram. Og þess vegna vilja þeir ekki Disneyfisea. En akkurat, og þessi dæmi finnum við, en ekki þetta með danisering. Og það þá svona spurning, hvort að maður vilji vera við það að útlendingar sem að koma, að þeir séu danisera og til þess að verða gjaldgengir borgarar í Danmörku. Þetta svona dæmi hugtakanotkun og hvernig hugtökin sem við notum sköpum raunveruleikann eða einmitt ekki sköpum hann. Já, hvert vandamálið? Þessi flokkun sem að ég byrjaði á að tala hún mismunar málum, eins og ég hef verið að segja frá. Annað mál, ef við tölum menntastefnu í sambandi við annað mál, þá verður það fjötur fót að henni í hlutanámskrár lýst sem innmenningu, danska í staðinn fyrir önnur mál. Á meðan að hluti námskrár, þeim hluta sem skrifaður til kennara, þar talað aðra tegund af menntastefnu og það svona óréttlátt gagnvart kennurum að fela þeim að leysa þetta vandamál með innflytjendum ef að þeim ekki gefinn kostur á að kenna, til dæmis með að hafa tíma til að kenna. Og þessi flokkun, að mínu viti, kannski ekki alveg til samræmis við þá málakunnáttu sem til staðar í landinu. Það eru töluð 120 eða 150 mál í Danmörku og þess vegna spurningum hvort að þessi flokkun sem á sér mjög langa sögu eða sérstaklega móðurmál, erlend mál, hvort að það sé eitthvað sem tilfallið að höndla þennan raunveruleika nú þar sem þegnarnir tala jafn mörg mál og raun ber vitni. Og ég hef líka séð það hérna að það sem verið að tala það á Íslandi séu töluð yfir 100 tungumál. Og að lokum þá slæ ég hér fram hvað til ráða, og annars vegar þá segi ég það að það mikilvægt að skoða námskrána í hinum víða skilningi. Það sem að sjálf pólitíska orðræðan að sjálfsögðu ekki námskrá, en pólitísk stefnumótun og stefnumótun í framkvæmd líka hluti af námskráni. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að stefnumótunin í framkvæmd og reynslan að það sé á sama grunni byggt. Og annað sem ég tala hérna líka að tala mál á einhvern annan hátt heldur en við erum að gera. Við getum talað mál, að tala mállýskur, að tala stéttskipt málfar, að vera ekki bara að tala eins og íslenska sé íslenska, heldur íslenska eða danska, margs konar mál. Málnotkun og framburði eftir þjóðerni, það sem við köllum multi-etnonekta. Ef það eru 100 mál sem eru töluð á íslensku, þá að koma inn eitthvað nýtt mál sem vert að skoða.
hvernig tala til dæmis Tælendingar og Pólverjar og hvað nýtt í þessu sem að gerist samfara það að það koma hingað hópar að tala hreim. Sko, hvað þýðir hreimur? Er það gott eða slæmt? Viðhorf til mála, skipti á milli málkerfa, kóðuskipt, hvað heitir það á íslensku? Kóðuskipt. Málskipti. Það að skipta svona á milli mála. Málsaga, mál og kyn, málfar unglinga, að vera að tala mál svona þvert á þessa flokkun. Og það þetta tvennt svona sem að ég hér í dag bendi á að geti verið til ráða til að höndla þennan margbreytileika, bæði hvað varðar mál og menningu í nýjum þjóðfélögum eða þjóðfélögum í nýrri mynd. Og það var þetta sem ég ætlaði að segja. Já, við þakkum Bergþóru kærlega fyrir mjög áhugaverða fyrirlestur og ég vissum að þú ert reiðubúin til að svara einhverju spurningum eða taka þátt í umræðu við fólk hér. Sigurður Konráðsson. Þakka kærlega fyrir. Heldur að orðið móðurmál merkir það sama í almennri dönsku og í þessari námskrár dönsku? Hvort að móðurmál merkir, gefðu mér dæmi hvað þú ert að hugsa. Ég að veltaði fyrir mér að sko þetta er örugglega svipað við höfum hérna í íslensku að móðurmál svona, það einhvern veginn, þegar við tölum íslensku, þá eigum við hvort ekki sænsku, íslensku og móðurmál en þegar við tölum móðurmál eingöngu eins og í Danmörku, svo til dæmis í námskrá. Að þá oft vísað frekar til hérna annarra mála en íslensku. Einmitt. En þegar við erum ekki, ég að benda á hvað það feli í sér að tala ekki íslenskuna sem móðurmál og þá getur maður, hvað getur maður þá verið að tala Maður getur verið talað til dæmis makt eða vald. Hvað þýðir það að ég hef vald á málinu gagnvart hinum sem ekki hafa það? Og þetta eitthvað sem börnin læra í skólum? Hvað þýðir það að hafa mál á valdi sínu? Og einmitt að maður læri meirihluta mál sem valdatæki og ef það er valdatæki þá getum við líka að tala valdbeitingu. Hvernig getum við skert hlutskipti hópa með móðurmáli? Þegar margmenningin svona eins og raun ber vitni, ég ekki að tala hvort það sé gott eða slæmt, þá nauðsynlegt að skoða það og segja hvað þýðir það? Og nemendur læra það kannski ekki ef að þeir bara veit ekki hvað það er að tala móðurmál. Anna Margrét? Já, talar birtingarmyndir sem nota hugtæki danska sem erlent mál, sem vandamál í tengslu við það. Það ætti aðeins í hug dreifing nemenda í skólum. Nú nokkuð sveitarfélög í Danmörku sem að nota tungumálapróf til að dreifa nemendum og hleyra í leigubíl eða úti þvert yfir bæfélag, eins og Orms og Kollín og eitthvað líka ekki. Svona, hvernig, eins og staðan núna, eru fleiri sveitarfélög, eru þið að taka tilbaka eða hver svona staðan á því? Sko það er mjög viðkvæmt mál hvaða afleiðingar það hefur að börn tali kannski ekki dönsku og það er erfiðleikarnir sem eru samfara því það að það má ekki
ekki skipta nemendum í hópa eftir þjóðerni. Það er viðkvæmt mál. En 2005 þá kom heimild til þess að leggja fyrir börn próf og ef þau féllu á þessu prófi þá hefðu foreldrarnir ekki rétt á að senda börnin í hverfisskóla. Heldur voru þau keyrð þá í aðra skóla og hvaða skólar eru aðrir skólar? Það eru hvítir skólar. Það er þá spurning, hvaða hugmyndir hefur maður hvernig börn læra mál ef að við þarna segjum að það er gott fyrir barnið að vera í einhver málaumhverfi þar sem að enginn getur talað mál barnsins. Hvað gerist þá er hugmyndafræðin, barnið smitast af dönsku. En ef maður veit eitthvað hvernig mál tillegast og hvernig maður lærir á grundvelli þess sem maður kann fyrir, þá þarna fer þetta ekki þannig fram. En það er ennþá, og það er sérstaklega sterkt í þessari pólitísku orðræðu, að ef að nemendur hafa ekki kost á að tala helst við neitt, þá munu þeir smitast af dönsku og læra hana. Og þetta fer ekki þannig fram. Það er nú viðtaldi stefnan hérna að beina því til okkar kennarana að einangra börnin og hafa til dæmis ekki 2 pólska krakka í sama bekk, hvernig það talið á þessu pólska? Já, þetta er vandamál sem er tekið upp, já. Nú er ég komið alveg gífurlega skipulega mælendaskrá, nú er það kafið fyrst. Ég var bara veltaði fyrir mig kennari hér sem kenna íslensku. Félagi þeirra heitir móðurmálskennarar. Það er móðurmálskennarar. Og svo velti ég líka fyrir mig þessu, valdi, auðvitað væri Óskar Stað að geta haft kennslu að þú nemir á 2 tungumálum kannski í móðurmálinu og þessu skólamáli. Auðvitað er það draumastaðan og við vitum að eftir 7-9 ár ef þú lærir á 2 tungumálum, þá mun það gera þig mjög gott. Mér finnst þetta einhvern veginn svolítið svona neikvæður vinkill. Ég líti það svolítið svona þannig að við viljum að þú við getum kannski ekki veitt því að menntast á 2 tungumálum, en við getum hjálpað þér að þú getur menntað þig á íslenskunni. Og mér finnst, þú veist, af hverju erum við með þessu úrræði? Erum við ekki alltaf að reyna að koma til móts við þarfir og hjálpa fólki að við erum að tala brotthvarf þessara nemenda og þá reynum við hitt og þetta til að koma til móts við það. Þannig að, já, ég veit ekki alveg hvernig maður eigi að hugsa þetta almennilega. Hvað finnst þér? Nei, hugsaðu það, hvernig fer þetta fram ef íslenskan er móðurmálið. Þú lærir... Móðurmál sumur og ekki annarra, og til þess að ég kunni fyrir einhverjum árum og það kom mér mjög óvart hvað margir kennarar sögðust vinna hörðum höndum að því að reyna að útvega sambærilegt námsefni fyrir krakkana á Wikipedia og svo framvegis. Það var svörunum í könnunni, hvort það er sagt eða ekki, mér finnst það bara mjög jákvætt. Að vera meðvitað það skiptir ekki máli á hvað tungumáli þú ert að mennta þig og fræðast. Renata? Ég veit spurningar í hvaða hlutfalli er kennsla dönsku sem annars máls og minni hluta móðurmálskennsla. Og svo viltu skilgreina eins betur hver hefur rétt á minni hluta móðurmálskennslu og hverju? Það er mjög skýrt. Einhvern tíma þá þarna 2011 þá heimsótti ég skóla hérna á Íslandi og þá sagði skólastjórinn pólsku börnin fá ókeypis móðurmálskennslu en hún vissi ekki af hverju þau fengu það. Þeir sem fá ókeypis móðurmálskennslu, það er að segja þegar ríkið borgar sveitarfélaginu fyrir að bjóða kennsluna fram, það er út af lögum sem voru samþykkt 1972 þar sem aðildarríki borguðu móðurmálskennslu innan bandalagana. Svo það er alveg skýrt hverjir fá það og hverjir fá það ekki. Og það er sama í Danmörku og hér. Og svo sér það hlutfall. Þeir fá sennilega bara kennslu í
dönsku sem öðru mál? Og það eru sára fáir sem fá móðurmálskennslu. Tyrkirnir fá það ekki, þeir sem tala arabísku fá það ekki, þeir sem tala urdu eða pakistönsku, þeir fá það ekki, svo það er sára fáir sem fá það. Ég veit ekki hvort það var gert upp 2005 og hvort það voru 5.000 eða eitthvað þar bil. Sem sagt mjög lítill hópur miðað við að það eru 70.000 tvítyngdir nemendur í dönskum skólum. Norrænu málum, fá þú kennslu? Þau fá kennslu. Og þess vegna öll þessi íslensku kennsla sem er víða í Danmörku. Hefur orðið stefnubreyting í Danmörku með þessi viðhorf til erlendra nemenda og þjónustu sem þeir fá og það hvort þau til dæmis að vera eins og á leikskólum, hvort að það er tryggt að það sé einhver sem talar til dæmis arabísku sem getur talað um þetta. Hefur orðið stefnubreyting með þetta? Já. Sko þegar Anders Fogh Rasmussen í 2001 kom til valda, þá sagði hann að allt sem varðaði móðurmálskennslu yrði bara tekið út. En þegar þessi ríkisstjórn sem kom 2011, þá kom það inn í sjálfa stefnumótun þessara nýju ríkisstjórnar að móðurmálskennsla skyldi tekinu í einhverri mynd. Það kom inn í sjálfa stefnumótun stjórnarinnar. Svo það er ekki sama hvort það eru vinstri eða hægri flokkar við völd. Svo kallar vinstri flokkar, þeir eru meira hlynntir móðurmálskennslu. Og þá ert þú að vísa til þess að það er móðurmálskennsla í rauninni fyrir þau að hafa starfsmann sem getur talað við. En svo er þetta með kennarana og það hefur verið mjög ábótavant í áratugi að mennta móðurmálskennara. Svo þess vegna er ekki kennarar eða í mjög litlu mæli til þess að kenna þessi móðurmál. Jón Torfi? Já, það kann gæla fyrir þetta. Mjög svona skemmtileg margt sem kemur fram. Já. En það er eiginlega svona jaðarspurning samt, sko. Þú nefndir aðeins Svíþjóð. Já. Og það er oft talað um norræna, hugmyndaræðina. Hefur eitthvað skoðað þessar samskonar breytingar til dæmis í Noregi og Svíþjóð? Það nefndir Ísland. Það er ein spurningi sem kemur öllum. Hefur þið gert það? Já, sko, ég hef svona einhverju leyti af því ég á marga kollega sem að gera það sama og ég og þess vegna veit ég meira það sem að vera að gera. Og það sem að gerast í Danmörku, það gerist eiginlega líka í Noregi. Til dæmis var norska sem annað mál fellt niður í Oslo og móðurmálskennsla er mjög lítið líka í Noregi, fer svolítið eftir sveitafélögum. En í Svíþjóð, þá halda þeir mikið fastar í til dæmis sænsku sem annað mál og það kemur meðal annars fram í því að þú getur valið á milli þess hvort að þú eftir 10. bekk tekur próf í sænsku sem annað mál eða hvort að þú tekur sænsku. Og þú getur lesið sænsku sem annað mál í menntaskólum og það kemur fram á prófskírteini sem er ekki í dönsku, hvorki dönsku í Danmörkunni Svíþjóð. Þú þarna vinnur ekkert við að vera að taka móðurmálskennslu. En í Svíþjóð, þar stendur það á skírteininu þínu og þú getur tekið það í staðinn fyrir þýsku til dæmis. En í þessu litla mæli sem við höfum boðið fram móðurmálskennslu í Danmörku, þá hefur það alltaf verið eitthvað auka. Hinn spurningin var, og er þessi sérstaða í bæði Svíþjóð og Noregi og svo öðru leyti í Finnlandi, að það eru málsamfélög sem eru önnur, það sé samar í öllum þessum löndum og svo Svíarnir í Finnlandi.
það er alveg sérstakar reglur sem gilda það þá og það er allt aðrar heldur en reglur Jú, já. Í Noregi þá hafa samarnir sérstöðu vegna þess að þeir eru upprunarlegir. Og það finnum við líka hjá Finnunum og líka hjá Svíum. En ég held að það skiptir máli sem ekki í Danmörku, en sem við finnum í Noregi, að þar eru þeir með bókmál og nýnorsku og mállýskur eru mjög miklar í Noregi, svo þess vegna tala þeir mikið meira hvers konar norsku eiga útlendingar að læra heldur en við gerum í Danmörku. Þar danska bara danska. Og einhvern tímann þá var ég þarna með í tilrauna eða í þróunarverkefni þar sem ég talaði við ungmenni og svo voru, þau höfðu arabísku sem móðurmál og þau voru að segja, í Líbanon, þeir töluðu Líbanon arabísku og persísk arabísku og alls konar arabísku og ég spurði þau, af hverju vitið þið svona mikið svona alla mögulegar tegundir af arabísku? Og þá sögðu þau, já við höfum bara talað þetta heima og við bara erum að tala saman þetta. En þau töluðu ekki þannig dönskuna. Danska var bara danska fyrir þeim. Og þess vegna segi ég það, við þurfum að tala hvað gera mál við menn og hvernig flokkast menn eftir málum og eftir kynjum og eftir hvað eru gömul, þannig að þau þarna, þetta mál örvi þau. Mér langar aðeins að nota stundina til að spyrja hérna spurningar og það bara svona gegnum tilefni, í gegnum þetta ferli sem hefur verið að undirbúa þessa viku móðurmálsins. Það alveg ljóst að þessi staða sem komin upp meðal annars svo að það tvítyngd fólkina. Kallar á kannski nýja orðræðu, nýja skilgreiningar og hugtökum líka. Nú þetta bara til þess eins og móðurmál, það líktur í hlutarins eðli að flestir eiga bara eina móður nema þessi kannski börn lesbískra kvenna eða eitthvað. Það eitt móðurmál í flestum skilningi, flestum held ég, og í fræðunum þá tala maður stundum fyrsta mál og annar mál og kannski önnur mál og síðan ef bara horfum til viku móðurmálsins og móðurmálsdagsins þá það verið að tala eitt mál og í flestra hugum held ég að menn skilji sem sagt eða það sem menn held ég tengja fyrst og fremst við réttindi þennan dag sé það að fólk eigi rétt á því móðurmáli sem að sé þeirra sem að sé kannski ekki það sama meirihlutumáli. En það alveg ljóst að þegar maður komin með þetta, þegar það komin tvítingi, þar sem skilgreiningin á móðurmál, eða skilgreiningin á tvítingi í rauninni það menn eru jafnvígir og tvö mál. Hvernig á að koma þessari bara skilgreiningum og orðræðu þannig að hún getur orðið svona samkvæmt sjálfri sér og skynsamri? En það kannski, þetta með að vera jafntækur á mörg mál svona kannski svolítið fjarstæðukennt því allir þeir sem að tala meira en eitt mál, þeir eru með einhverja verkaskiptingu á milli þessara mála og nota ekki málin í sama tilgangi og þetta sem þú ert að tala það býður líka upp á hvernig skilgreinir maður móðurmálin. Það málið sem maður læri fyrst? Það málið sem maður bestur í? Það málið sem maður vinnur á? Hvað það? Og ef maður mjög skorðaður við það að það sé móðurmál, þá svarar það oft ekki til raunveruleikans. Nei, ég bara hugsa bara í umræðu þetta fræðarsögu til að lýsa þessum veruleika sem orðin annar heldur en hefur verið, þá þetta mikilvægt að hafa hugtakunotkunna svona í samræmi við einhvern
raunveruleika. Og þess vegna það hugtökin sem skapar raunveruleikan eða það raunveruleikin sem skapar hugtökin og hugtök sem við viljum helst ekki höndla. Af því við viljum ekki þennan raunveruleika. Af því myndin verður svo flókin og óskýr ef við erum að reyna að höndla veruleika. En mér langar líka til þess að bara aðeins að spyrja einu viðbót, af því við höfum velt mikið fyrir okkur hjá stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, að það mjög skrítið, finnst okkur, að svona gigantíska breytingar eins og hafa orðið í íslensku þjóðfélagi, til dæmis hvað varðar þátttöku útlendinga í okkar þjóðfélagi, að það skuli ekki hafa til dæmis breytt framboði á tungumálum. Að það skuli til dæmis ekki vera boðið upp á pólsku hér við Háskóla Íslands, bara dæmi sér tekið. Og mér langar til að spyrja hvort að slíkar breytingar á sér stað í Danmörku hafi verið tekin upp kennsla í tungumálum sem mjög margir nýrra þegna eiga móðumáli. Já, þetta líka flókið mál. Við finnum til dæmis menntaskóla þar sem boðið upp á bæði kínversku og japönsku en þótt svo að tyrkneska hafi verið mál sem hefur verið í þjóðfélaginu í áratugi þá hefur tyrkneskan ekki komið inn. En þegar við tökum inn mál eins og japönsku og kínversku þá það oft vegna þess að það þjónar meiri hlutan. Það meiri hlutin sem hefur áhuga á þessu, á að fá kínverskuna og japönsku. En þannig að það ekki... Nei. Það ekki oft líka þrýstingur frá svona ethnic hópum, eins og í Kanada til dæmis, það íslensku deild og það líka úkraínska víða. Og þá það svolítið frekar bara áhugi og stuðningur frá þessu landi og svo framvegis. Það hefur oft komið svona mikið lobbyismi frá fólkinu sjálfu. Það hefur svolítið rutt veginn fyrir þessar deildir og ákveðin status og virðing sem tengist því svo í kjölfarið. Svona praktísk spurning, hér hefur verið svona reynt að ná sinna þessum fámennu hópum, tengja þau saman, til dæmis sem nota tölvutækni á netið og sinna býsna vel með einhvers konar fjarkennslu eftir því sem hægt mikið gert af slíku í þessu umhverfi sem þú ert? Nei, ekki mikið. Það mjög ánægilegt að sjá hér, til dæmis var ég hérna á ráðstefnum þar sem var fulltrúi frá Borgarbókasafninu sem var að segja frá hvað verið að gera. Það var mjög ánægilegt. En þetta ekki mikið þetta í Danmörku? Nei. Það svona stuttasvarið. Já. Ein loka spurning. Þá þarf að reikna með við hittum ykkur hress og kátt á morgun á málþinginu í Norrænhúsi sem hefst klukkan 3. Og ég bara þakka kærlega fyrir komuna og verðkóru fyrir fyrirlesturinn og fyrir að taka þátt í umræðu með okkur í nættir.